Já, góðan daginn. Verið öll hjartanlega velkomin. Gott að sjá ykkur. Hvað segið þið? Áttu þið auðvelt með að finna bílastæði hérna fyrir utan? Já. Glæsilegt. Mér langar svona aðeins að fara yfir svona hagnýtt atriði áður en við byrjum. Við leggjum mikið upp úr trúnaði og trausti að allir beri virðingu fyrir hvort öðru. Það er mjög mikilvægt. Já, einmitt. Og einnig að mæta stundvíslega og endilega mæta í alla tíma. Vegna þess að það getur verið mjög ótraustvekjandi ef það er svona einhver sem kannski ekki mætir. Þetta eru 12 skipti sem við ætlum að hittast. Við ætlum að hittast alltaf hérna á 50 dögum, milli 5 og 6. Og það er bara rosalega gott að þið eru komin hérna og við erum komin hérna til þess að taka á hegðun. Við viljum breyta einhverju hegðun og bera ábyrgð á hegðunni og við ætlum öll að hjálpast að við það. Þannig ef við kannski byrjum, hver byrjuðu að kynna sig? Já, ég heiti Ingi, sko. Sófus. Svanur. Lúðvík. Bófellur. Pétur. Maríus. Já, þá erum við svona öll búin að kynna okkur. En mér langar svona að spyrja, hvernig líður ykkur með að vera komin? Ég er bara rosalega sáttur. Já. Bara glaður að vera komin loksins og bara frábært. Þannig að þið finnst gott að vera komin og... Já, bara mikill léttir. Bara komin í þennan hóp. Eru fleiri sem upplifa þetta? Að það sé léttir? Ekkert að vera hérna. Nei. Bara kettlingin, hún skilur við mig, ég kem ekki. Einmitt. Mér finnst þetta að vera svo langur tími, sko. Við erum að fara að hitta svo oft og þetta er svo til langur tími. Já. Af hverju finnst þér það? Já, þetta er alltaf tekið frá manni tíma, sko. Það líður svona illa með það. Einmitt. Að missa svona af ykkur. Ég held að það sé bara mjög eðlilegt, sko, bara, þú veist, að ég myndi að líða þannig, sko. Ég hef alveg verið svona í hópastarfi, þú veist, og það er alveg margir sem að upplifa þetta, svona. Finnst að taka mikið tíma og svona. Þannig að eru fleiri sem að finnst þetta taka langan tíma? Er þetta ekki bara klukkutími? Jú. Nei, einmitt. Það er einmitt svona hugsunin að láta þetta vera yfir ákveðin tíma svona því að það tekur auðvitað alltaf tíma að breyta hegðun og til eins betra. Það tekur alltaf tíma. Þannig að það er svona hugmyndafræðin á bak við að hittast í 12 skipti og svo erum við einnig með svona verkefni á milli tíma, heimavinnu. Það er mjög gott. Gera verkefnin, sko. Það hefur alveg reynst bara mjög fínt í gegnum tíðin að gera svona verkefni. Já, einmitt. En Svanur, svona hvernig líður þér að vera komin? Það er alltaf lagi, sko, að koma og skoða þessi mál. Einmitt. Já. Kannski finnum við eitthvað út af þessu. Einmitt. Þetta er alltaf mikill styrkleiki fyrir ykkur að vera komin og sýnir að þið eru tilbúin að... Það var það að gera eitthvað kannski. Já, einmitt. Þannig að... Pása. Heyrðu, þar sem þetta er bara klukkutími, þá hefði ég svona hugsað að við myndum bara vera hérna í klukkutíma og ræða saman og svo er ég með heitt á könnunni eftir tíman, ef þið viljið. En svona, nei, kannski ekki pása inn á milli, þar sem þetta er bara klukkutími. En Lúðvík, vilt þú segja eitthvað? Nei. En þú Þórhallur, hefur þú eitthvað svona sem þú vilt ræða við okkur? Já, ég var bara að spáða hana með tíman, sko. Já? Ég var að spáða, nú stóði konunum minn einu sinni. Það er þá mættið 10 tíma. Sko, eins og ég segi, það er mikið lagt upp úr trúnaði og trausti og að allir mæti sem sagt í alla tímana. Þannig að það er svona æskilegast ef að vel á til að takast. Það sem að hópastarfi byggir líka á og þið hjálpið hvert öðru svo mikið með hópastarfi.